hvernig gastu hugsa þér að kjósa Donald Trump, þú veist, en ekki Kamalu og þá heldur þú ert að kjósa Trump að því þú hatar konur og þú vilt banna fóstureyðingar. Nei. Stærsta kosningamáli mitt var bara að skera niður hjá hana opinbera og mér fannst Trump líklega til að gera það heldur en Kamala. En stærsta kosningamáli þitt var sjálfsákvörðunarréttur kvenna, þannig að við erum kannski bara sammála 8 af hverjum 10 hlutum, en við vorum ólíkar forsendur fyrir því hvers vegna við vorum að kjósa. Og sama hér, skilur, ég held að það sé rosalega mikið af fólki sem til dæmis að kjósa miðflokkin, af því að bara miðflokkurinn lang líklegastur til þess að vaða inn í þetta svaðalega matrix og það bara endalaus útgjalda aukning. Og það er bara að halda fram að skattleggja fólk út í hið óendanlega án þess að líta nokkuð tíman á okkar eigi bókhald. Það er rosalega margir, heyrðu, þú veist, ég er ekkert að kjósa miðflokkin út af einhverju regnbogafánum, ég er að kjósa það út af þessu. En svo þú orðin maður sem á móti, jafnvel bara á móti samkynhneigðum. Skilur, þannig svona, við erum ekki að tala sama tungumálið. Skilur, með svona áhugavert eins og með Hallgrím, skilur, að því það er svona, þú veist, getur reynt að setja þig þau spor að þú værir kannski bara með aðrar forsendur fyrir því að kjósa og stærsta málið þitt væri bara það verður að skera niður hjá hinu opinbera. Hvaða flokkur er líklegast til þess að, hvaða flokkur er búin að tala fyrir því, hvaða flokkur, ef það er stærsta málið þitt, þá ertu líklega að fara að setja X við miðflokkin eins og staðan er í dag, skilur við. Það er kannski bara því þetta mál er þér mikilvægara en hinn málin.